Foreldrar 10 ára drengs sem grunur að hafi orðið fyrir kynferðisbroti þegar maður braust inn á heimili fjölskyldunar í Hafnarfirði segja að áfallið hafi verið mikið. Hinn grunaði fyrrverandi samstarfsmaður móðurinnar. Á fjórða tug hafa farist í miklum eldsvoða í fjölbýlishúsum í Hong Kong og tæplega 300 saknað. Margir eru fastir á efri hæðum húsanna. Læknar vilja fá svör hvort og hvar sjúkraþyrlur geti lent við nýjan Landspítala. Hátt í 40 mínútur gætu liðið frá því að þyrla lendir þar til sjúklingur kemst undir læknishendur. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta þurfti að sætta sig við tap gegn heimakonum í Þýskalandi á opnunarleik heimsmeistaramótsins í dag. Fjölmargir hafa óskað þess að gamalt sjónvarpsdagatal verði endursýnt fyrir jólin. Sálfræðingur segir algengt að fólk leiti í gamlar hefðir til að endurupplifa gleði bernskunnar á jólunum. Það er alveg gaman að sjá svona gamalt fyrir svona nostalgia. Gott kvöld. Rannsókn lögreglu á máli þar sem maður grunaður að hafa brotist inn á heimili í Hafnarfirði og brotið kynferðislega gegn 10 ára dreng stendur enn yfir. Foreldrar drengsins segja að áfallið hafi verið mikið fyrir drenginn og fjölskylduna alla. Hinn grunaði játar húsbrot en ber við minnisleysi. Í Kastljósi í kvöld rekja foreldrar drengsins atburðarásina umrædda nótt. Sonur þeirra vakti þau síðla nætur og sagði ókunnugan mann hafa komið inn í herbergi til sín og brotið á sér. Og þú veist, bæði þetta alvarleg kynferðisbrot, en það sem líka svo alvarlegt í þessu að þau eru framin inn á heimilin okkar, inn á heimilinu hans, í rúminu hans, nótt, þar sem hann sofandi, þar sem hann fer að sofa, öruggur, treystir, fullkomlega rólegur, bara með sitt líf og vaknar svo við ókunnuga manneskju upp í rúminu sínu sem að brjóta á honum. Maðurinn sem á í hlut fyrrverandi samstarfsmaður móðurinnar. Foreldrarnir telja hafið yfir allan vafa að brotið hafi verið alvarlega á drengnum og vona að maðurinn axli ábyrgð. Málið vakti mikinn ugg í samfélaginu en foreldrarnir vara við óvæginni umræðu. Það hjálpar okkur ekki, til dæmis þegar umræðan kemur í fjölmiðlum, að þá hellist upp í komendakjörum út allt að taka hann mann og drepa hann eða gera eitthvað annað slíkt. Það hjálpar ekki barninu okkar, það hjálpar okkur ekki, það hjálpar engum. Viðtalið við foreldrana verður sýnt í Kastljósi á eftir. 36 minnsta hafa farist í miklum eldsvoða í fjölbýlishúsum í Hong Kong. Hátt í 300 saknað og 29 hafa verið flutt á sjúkrahús. Að minnstakosti 7 þeirra eru í lífshættu. 4.600 manns búa í húsunum sem standa 8 saman. 2.000 íbúðir eru í þeim og þar býr fjöldi aldraðra. Fólk á efri hæðum húsanna enn fast. Búið að flytja rúmlega 700 íbúa í fjöldahjálparstöð. Vinnupallar úr bambusreir eru upp við húsin og svo virðist sem það auki útbreiðslu eldsins. Yfirvöld í Hong Kong skilgreina eldsvoðan sem 5. stigs sem það alvarlegasta. We encounter particular difficulties in several areas, like the fire is spreading quickly to nearby buildings, and also debris and scaffolding of the affected buildings are falling down, so pose additional danger to our frontline personnel. Besides, the temperature inside the buildings concerned are very high, so it's quite difficult for us to enter the building and go upstairs to conduct firefighting and rescue operation. Sendinefnd Bandaríkjastjórnar fer á næstu dögunum til Moskvu til að ræða möguleg stríðslok í Úkraínu. Trump Bandaríkjaforseti segir að það ætli að reynast flóknara en hann gerði ráð fyrir að stilla til friðar. We settled 8 wars and I thought this would be one of the easier ones because of my relationship with President Putin. But this is probably one of the more difficult ones. There's a lot of hatred. Friðartillögur Trumps voru upphaflega í 28 liðum og þóttu mjög hagfellda Rússum. Þeim hefur verið fækkað en ennþá rætt hvort Úkraínumenn gefi eftir hluta lands til Rússa. Я дуже сподіваюся, що Україна не піде на поступки
навідати наших земель. Ми все-таки недаремно ми зараз втрачаємо стільки, не хотілося б їх втрачати, але втрачаємо стільки людей для того, щоб потім віддати ці землі. Їх не може бути, і мирний план – це не план, це просто знущання, відверте над всім людством і над всіма цінностями. От моє ставлення. Óskar Hallgrímsson býr í Kyiv og segir að þar sé mikil óvissa framhaldið. Þannig að fólk hér orðið svakalega þreytt og þetta ótrúlega erfitt að sjá í rauninni nýjar samningaviðræður, nýtt útlit, nýtt á hverjum einsta degi og fólk svolítið svona ruglað og erfitt að átta á sig og það náttúrulega skapar svakalega óvissu í samfélaginu og það það sem maður finnur helst fyrir. Finnst þér svona almennt, bjarsýni með að þetta skilja ykkur árangri? Nei. Ég ætla bara stutt að svara þessi nei þar og það ekki það að Úkraína sé ekki tilbúin til samningaviðræðna. Það meira það að fólk bara orðið vant þessu hjá Rússum að Rússar sitji fram eitthvað, þeir reyna að rugla. Þetta klassískt, ekki bara rússneskt, þetta sovjask samningaaðferð, setja versta fram og sjá svo til. Finnst þér fólk eitthvað svona jákvæðara fyrir því að gefa eftir eitthvað hluta af landi til Rússa? Ég ætla ekki að segja það að fólk vilji það. Það eiginlega meira að fólk sjáu það sem hluta af samningaviðræðunum, eingöngu út af því að við stöðuna á úkraínska hernum, hvernig stríðið búið að ganga síðastliðin 2,5 ár í rauninni, þar búið að vera berjast sömu 2-3% af landsvæðinu. Það sé mjög ólíklegt að það nái þessum landsvæðum tilbaka nema eitthvað mikið breytist. Dómsmálaráðherra vonar að aldrei komi til þess að lýsa þurfi yfir þjóðarvá sem verður gangi frumvarp almannavarnir eftir hæsta viðbúnaðarstig almannavarna. Almannavarna ástand orð sem við Íslendingar þekkjum orðið æði vel eftir atburði síðustu ára. Við höfum upplifað fárviðri, aurskriður, snjóflóð, COVID-faraldur og nú síðast ítrekuð eldgos í námunda við Grindavík. Við þetta bætast nýjar ógnir, svo sem fjölþáttaógnir, loftslagsbreytingar og hernaðarógn. Að mati stjórnvalda kallar þetta á breytingar á almannavarnakerfinu og mælti dómsmálaráðherra fyrir slíku frumvarpi í vikunni. Ekki lagðar til meiri háttar breytingar á grunnskipulagi almannavarna enda kerfið reynst vel í gegnum árin. Hins vegar hefur þótt tilefni til að skerpa á ýmsum hlutum í ljósi reynslunar af áðurnefndum atburðum. Lögð verður meiri áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir, hver gerir hvað á hvaða tíma og skýra á hvenær hættuástandi lýkur. Hugtakið mikilvægir innviðir þekkja flestir en verði frumvarpið að lögum fá ráðherrar það hlutverk að tilgreina ómissandi innviði á sínu sviði. Það þá innviði sem samfélagið getur ekki verið án í meira en sólarhring. Þar erum við að tala vatn, mat, raforku og þessa grunnþætti. Þessir innviðir geta verið í eigu hins opinbera eða einkaaðila en lögð verður rík skylda á eigendur þeirra hvað varðar fyrirbyggjandi aðgerðir. Viðbragðsaðilar almannavarna eru þeir sömu og áður, lögreglan, Landhelgisgæslan, Landsbjörg, heilbrigðisstarfsmenn, slökkvilið, Neyðarlínan, Rauði krossinn, Sertis og rekstraraðilar flugvalla og flugleiðsögu. Þessir aðilar auk annarra skipa samráðshóp ríkislögreglustjóra sem kemur í stað almannavarnaráðs. Í tvígang hefur þurft að rýma heilu bæjarfélögin vegna yfirvofandi ógnar í Vestmannaeyjagosinu 1973 og Grindavík í nóvember 2023. Ákvörðun rýmingu samkvæmt gildandi lögum í höndum ríkislögreglustjóra en til stendur að færa þær valdheimildir til ráðherra almannavarna. Það kannski líka til að ákvörðun og ábyrgð séu á sama stað. Þetta auðvitað tröllvaxin ákvörðun þegar hún tekin og þykir rétt að sá sem að endingu ber ábyrgð á henni taki hana þá líka. Almannavarnarstigin eins og við þekkjum þau eru 3. Óvissustigi lýst yfir þegar grunur vaknar yfirvofandi atburði af náttúru eða mannavöldum eða vegna bresta í innviðum. Hættustig þegar borist hafa upplýsingar sem gefa til kynna að þörf sé að samræma aðgerðir. Og neyðarstigi lýst yfir þegar atburður krefst aðkomu fjölda viðbragðsaðila. Frumvarpið leggur til nýtt almannavarnarstig, þjóðarvá. Þá umfang neyðarástands þannig að viðbragðsaðilar sjá sér ekki fært að bregðast við. Forsætisráðherra lýsir yfir þjóðarvá og kallar saman ríkisstjórn hið fyrsta. Í hvaða tilfellum sér fyrir að þjóðarvá verði lýst yfir? Vonandi verður hann ekki lýst yfir, en hluti af því að geta
varist að vera undirbúin. Þetta hugtak sem að myndi koma til kastana í mjög krítískum aðstæðum og ég hugsa aðstæðum sem við höfum ekki áður séð hér á landi. Mikil flóð hafa undanfarið gert íbúum á Gaza erfitt fyrir. Eftir landhernað og loftárásir Ísraela síðustu 2 ár stór hluti íbúa á vergangi. Margir þeirra búa í tjöldum sem eru ekki búin fyrir erfiðar aðstæður. Svona var umhorfs í Deir al-Bala í gær. Göturnar eitt drullusvað og tjöld fólk sem hefur mist heimili sín, illa búin fyrir úrhellið og hripleg. Fréttamaður Al Jazeera í Gazaborg segir að síðasta sólarhringinn hafi rignt nánast stöðugt og því fylgt hvassviðri. Hitastig fari einnig lækkandi og veturinn á næsta leyti. Fólk reynir sitt besta til að halda vatni frá tjöldunum með þeim fáu verkfærum sem það hefur. Sum staðar hefur rignt svo mikið að fólk veður vatn upp að ökklum. هاينا غرقنا هي الحين بس ربع ساعة لسه ما جاتش المطرة اللي يعني ما جاتش المطرة لسه احنا في أول المنخفضات وهيك صار فينا وغرقنا تخيل ما نخش منخفض تاني هنغرق بزيادة. Rigningarvatnið blandast við skólp sem skapar hættulegar aðstæður. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sagði í síðustu viku að rigningaveðrið undanfarið hafi skemmt að minnstakosti 13.000 tjöld. Hjálparsamtök á Gaza segja að þörf sé á að minnstakosti 300.000 tjöldum til að hýsa fólk sem á flótta og hefur mist heimili sín. وهو 78 سنة ومر معنا ظهره معاق ولا أخذ ما فيش لا شاد ولا مشمع ولا ملف. Stjórn Ríkisútvarpsins vill að Ísrael verði meinuð þáttaka í Eurovision söngvakeppninni á næsta ári. Þetta var samþykkt með 5 atkvæðum af 9 á fundi stjórnar RÚV síðdegis. Ekki hefur verið ákveðið hvort Ísland taki þátt í keppninni ef Ísrael fara að vera með. Óvissa ríkir þáttöku nokkurra ríkja í keppninni á næsta ári. Spánn, Írland og Slóvenía hafa öll lýst sig andvíg þáttöku Ísraels. Hæstiréttur hefur staðfest 16 ára fangelsisdóm yfir Dagbjörtu Rúnarsdóttur fyrir að hafa orðið sambýlismanni sínum að bana í Bátavogi í Reykjavík í september fyrir 2 árum. Héraðsdómur hafði fyrst dæmt hana í 10 ára fangelsi, ekki fyrir manndráp heldur líkamsárás sem hefði leitt til dauða. Landsréttur þyngdi þann dóm í 16 ár á grundvelli manndráps. Því var áfrýjað en Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 16 ára fangelsisvistar í dag. Læknar hafa áhyggjur af því að engin lendingapallur fyrir sjúkraþyrlur verði við nýjan Landspítala. Það getur þýtt afturför í heilbrigðisþjónustu, segir gjörgæslulæknir. Þetta einn dýrasta framkvæmd Íslandssögunnar og starfsemin á þessu hátækni sjúkrahúsi á að hefjast fyrir lok ársins 2030. En það eitt sem ekki hefur ákveðið og það hvort eða hvar lendingapallur fyrir þyrlur verði við þennan nýja spítala. Í dag lenda þyrlur Landhelgisgæslunnar með sjúklinga á 2 stöðum í Reykjavík. Annars á lendingarpalli við sjúkrahúsið í Fossvogi en þangað fara flestir sjúklingar og þar eru 50 metrar frá pallinum inn á sjúkrahúsið. En svo eru aðrir fluttir á Landspítala við Hringbraut þar sem nýji spítalinn rís og þangað fara allir sjúklingar innan 5 ára. Þá þurfum við að lenda með það við skýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli og fara síðan með sjúkrabíl yfir á Landspítala við Hringbraut. Á milli þessara 2 staða 3 kílómetra akstur sem tekur mislangan tíma eftir umferð og færð en þar með þó aðeins hálfsagan sögð því að fyrir utan ferðatíma að ýmsu að huga. Þetta eru flutningar á veiku fólki og það tekur þennan tíma að flytja fyrst úr þyrlu yfir í sjúkrabíl, síðan keyra þessa leið og síðan flytja sjúklinginn úr sjúkrabíl aftur og á spítalann. Þetta eru sjúklingar sem við erum búin að tengja við alls konar mælitæki og slíkt og þeir eru með æðarleggi og ýmislegt sem ekki mega fara úr. Í störfum sínum sem þyrlulæknir hefur Sigurjón tekið tíman á öllu ferlinu. Það að segja frá því að þyrlan lendir hér í Nauthólsvík og þar til sjúklingur komin undir læknisendur hér á Landspítala við Hringbraut og sá tími að meðaltali 37 mínútur.
Ekkert rým fyrir þyrlupall á lóð nýja spítalans. Hugmyndir hafa verið að koma fyrir á þaki einnar byggingarinnar en frá forsvarsmönnum nýs Landspítala fengust þær upplýsingar að hann hefði ekki verið tekin ákvörðun. Sigurjón segir lækna og heilbrigðisstarfsfólk uggandi meðan ekki hefur verið fundin lausn. Við höfum áhyggjur, það þannig. Nú það þannig að það eru bara 5 ár þar til að þetta á að opna þessi viðbygging eða þessi nýju spítali og það kann að hljóma eins og langur tími en það ekki langur tími. Við myndum vilja sjá meiri svör, við vildum til dæmis vita hvort það á yfir höfuð að gera þyrlupall sem að einhvern veginn ekki ljóst í dag. Jú, það væri náttúrulega alveg afleitt ef við værum að henda öllum með þessum 20 milljarða hvað það endar í þessa byggingu og þetta fyrirbæri en okkar sjúklingar sem kom með þyrlu stæðu eftir með lakari þjónustu heldur en fyrir. Það væri afleitt og raun og veru alveg óásættanlegt. Núna eru myrkir dagar, svört vika sumstaðar sem svo líkur með svörtum föstudegjum. Þetta eru afsláttardagar sem eru nokkuð margir í nóvember og þar með hefst jólaverslunin. Svarti föstudagurinn einn stærsti netverslunardagur ársins. Heildarveltan í fyrra var rúmir 5 milljarðar króna, þar af rúmlega 1 milljarður í netverslun en hún hefur aukist mjög hér á landi síðustu ár. Og sömuleiðis netsvik, en það færist í aukan að svikarar hermi eftir þekktum netverslunum til að komast yfir korta upplýsingar. Og hingað til að ræða þetta komið Guðmundur Arnar Sigmundsson, netöryggistjóri Advania. Hvað ber helst að varast þegar kemur að því að kaupa inn á netinu? Ég hefði kannski vilja byrja á að segja að mér finnst þessi þróun í rauninni bara jákvæð afleiðing af því hversu vel tengd við erum orðin sem samfélag. Við erum að nýta okkur stafræna tækni en vissulega eru óbrotnir aðilar sem að reyna að nýta sér þetta ástand með því að svíkja fólk og reyna að hafa af því peninga og þau gera það helst með því að beita svokölluðum svona vefveiði herferðum, svikaherferðum, oft í gegnum samfélagsmiðla, eru að auglýsa í nafni kannski þekktra netverslana, góða afslætti, þeir spila á mannlegar tilfinningar, reyna að byggja tímapressu eða svona setja eitthvað svona hvata að flýta sér að ganga frá viðskiptum og það þarf að vara sig á þessu, það svona eitt og síðan að því að eðli netverslunar svolítið þannig að það þarf að koma vörum á milli staða og þá það oftast gert með póstþjónustu, alls konar fyrirtæki sem að sér af því að koma hlutum frá allir B og þessir aðilar, þessi netárásar aðilar eru einnig að í miklu mæli að reyna að plata fólk með því að nýta sér vörumerki í póstþjónustu, senda fólk í smáskilaboð eða tölvupósta og reyna að fá það til þess að ýta á hlekki. En loka niðurstaðan oftast nær að reyna að komast yfir kortaupplýsingar, kreditkortaupplýsingar sem nú í rauninni gjaldmiðillinn í þessum netviðskiptum og komast þannig yfir peninga og stela peningum á fólki. En hvernig getum við komið í veg fyrir þetta? Hvernig getum við séð að einhver vefsíða sé ekki svo sem hún segist vera? Já, ég voða hrifinn af slagorðinu heilbrigð tortryggni. Það þetta klassíska, ef að tilboð of gott til að vera satt og þessu virkilega mörg góð tilboð á þessum dögum, þá skulum við staldra við og við skulum tryggja það að við séum sannarlega að versla við rétta netverslun. Ef einhver að hafa samband við ykkur að fyrrabragði og biðja ykkur að ganga frá viðskiptum eða slá kreditkortaupplýsingar eða auðkenna eitthvað, það ekki taka það taki fyrir ykkur upp símann sjálf og opnið samskiptin frá ykkur til þess sem að veita ykkur þjónustuna. Og mér finnst alveg eðlilegt að á svona dögum og í svona ástandi að vera svona aðeins betri yfirsýn, fylgist betur með kortafærslum og haldi svona smá yfirsýn hvað ég eigi von á. Svona árverkni. Árverkni, þetta klassíska. En bara svona lokum, það aðalega samfélagsmiðlarnir? Við höfum séð að Facebook hefur $milljarða tekjur af svikasíðum. Er Facebook og slíkir miðlar aðalhættan? Það svona stæðsti flokkurinn myndi ég segja og langoftast eru þetta erlendir aðilar sem eru að stunda þessa netglæpi gagnvart íslenskum almenningi og bara almenningi út allan heim og þeir eru að nýta sér þessa stæðstu miðla. Þannig að já, ég myndi vera alveg sérstaklega varbergi gagnvart auglýsingum sem að birtast þar og það svolítið óþægilegt því að það birtast líka þar sannarlega bara fullkomlega eðlilegar og löglegar auglýsingar. Árverkni í netverslun á svörtum föstudegi og hvað þetta allt saman heitir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Takk fyrir. Þá förum við í önnur mál. Aðildarríki Evrópusambandsins eru skyldug að virða hjónabönd samkynhneigðra þrátt fyrir að þau séu ekki viðurkennd í einstaka ríkjum.
Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þessari niðurstöðu í gær. Málið snýst pólskt par sem bjó í Berlín í Þýskalandi og gifti sig þar árið 2018. Þegar hjónin fluttu aftur til Póllands óskuðu þau eftir að þýska hjónavísluvottorðið yrði tekið inn í pólsku þjóðskrána. Þeirri beiðni var hafnað á þeim forsendum að pólsk lög leyfðu ekki samkynja hjónabönd. Mannréttindadómstóllinn sagði í úrskurði sínum að sem ríkisborgarar Evrópusambandsins nytu hjónin frelsis til að ferðast og dvelja innan aðildarríkja og ættu rétt á að lifa eðlilegu fjölskyldulífi þegar þau nýttu sér þetta frelsi og við heimkomu til upprunaríkis. Aðildarríki verða samt ekki skyldu til að leyfa samkynja hjónabönd í sínum lögum samkvæmt úrskurðinum. Meiri hluti aðildarríkjanna 27 viðurkennir samkynja hjónabönd. Þrátt fyrir að meiri hluti Pólverja styðji innleiðingu sambúðar samkynhneigðra para hefur stjórnmálamönnum reynst erfitt að koma málinu í gegnum þingið. Pytanie jest w tej chwili takie, w jaki sposób miałby się odbyć kwestia implementacji do polskiego prawa. No bo jeżeli to ma przejść przez polskie prawodawstwo, czyli Sejm, Senat i podpis prezydenta, no to nie możemy doprowadzać do sytuacji takiej, już pomijając pewne kwestie takie typowo związane ze swoim takim indywidualnym podejściem do tej sprawy, które każdy z polityków pewnie ma, do tego, żeby łamać konstytucję. Mam nadzieję, że to będzie przełomowy wyrok. Mam nadzieję, że polskie instytucje teraz głęboko się zastanowią, w jaki sposób respektować małżeństwa zawarte poza granicami Polski, małżeństwa osób tej samej płci, bo jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i powinniśmy jednak dokumenty, które są dokumentami potwierdzającymi małżeństwa zawarte w innym kraju, respektować tutaj w Polsce. Bandaríkjaforseti nýtti forsetavald sitt í gær þegar hann náðaði 2 kalkúna og forðaði þeim frá því að lenda á veisluborði landsmanna. Við þakkargjörðar hátíðina á morgun. Fylltur kalkún með trönuberjasósu hefðbundinn veislumatur Bandaríkjamanna á þessum tíma. Hefðina má rekja aftur til forsetatíðar Abrahams Lincoln en segja má að Bush eldri hafi endurvakið hana þegar hann þyrmdi lífi kalkúns árið 1989. Kalkúnarnir 2 Gobble og Waddle frá Norður Karólínu fögnuðu lífsgjöfinni. Þeir dvöldu á lúxushóteli fyrir athöfnina en sneru síðan aftur til síns heima í Norður Karólínu áreiðanlega fegnir. Anyway, are you ready? Gobble, I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally Flestir eiga sér einhverja jólahefð og fyrir suma það órjúfanlegur hluti af jólunum að horfa á jóladagatalið í sjónvarpinu. Í ár verða samtals 10 jóladagatöl aðgengileg í spilara RÚV bæði gömul og ný. Eigið ykkur eitthvað uppáhalds jóladagatal? Örugglega Jóli Snædal eða eitthvað. Já, örugglega það líka. Jóli Snædal. Já, sama hér. Jóli Snædal. Já. Það var besta bara, það var pík sko. Já. Þegar jólasveitin fer svona í eitthvað svona, ég veit ekki, jólasveitin. Jóli Snædal, Jóli Snædal. Já. Myndið þið vilja sjá það aftur eða? Já, bara hverju ári sko. Já. Lang besta sko. Jóli Snædal var fyrst sýnt árið 2010 en endursýnt vegna fjölda áskorana árið 2020. Fjölmargar beiðnir hafa borist RÚV undanfarið þar sem óskað er eftir að það verði endurflutt. Ég bara búinn að sjá þetta TikTok þannig ég held að sé allir svona sko. Við erum alltaf að heyra frá fólkinu í landinu og þykir alltaf vænt að fá beiðnir frá fólki og ábendingar efni sem við getum gert aðgengilegt í spilara eða sýnt hjá okkur á aðalrásinni og við reynum að koma til mótsvegar eftir bestu getu. Í þessu tilviki það því miður ekki hægt en við reynum að bjóða upp á fjölmörg önnur jóladagatöl. Hvaða svona dagatal myndið þið vilja sjá fyrir þessi jól? Bara eitthvað skemmtilegt sko. Bara aftur Jóli Snædal. Já. Jóli Snædal. Jóli Snædal. Já, Jóli Snædal. Bara sama gamla góða aftur sko. Já, akkurat. Samskonar umræða hefur sprottið upp áður varðandi gömul jóladagatöl. En hvers vegna sækist fólk eftir því að sjá gamalt efni fyrir jólin? Örugglega bara þetta að koma svona minningar þegar maður var alltaf lítill og maður með fjölskylduna að horfa á þetta og eitthvað. Já, bara barnæskan sko. Yfirleitt tengist það kannski einhverjum jákvæðum minningum sem við höfum upplifað. Ef það leið vel og þú varst að eiga góðan tíma í lífinu þegar þú varst að horfa á eitthvað skemmtilegt jóladagatal sem barn að þá langar þetta sækjast aftur í þá tilfinningu. Og við gerum oft alltaf sama aftur og aftur eins og borða sama matinn og gera sömu hlutina
og það bara hreinlega því að það einhver fyrirsjáanleiki og okkur finnst það oft mjög þægilegt og hlakka til þetta líka. Þegar maður yngri var það miklu skemmtilegra að horfa á jóladagatalinn. Það alveg gaman að sjá svona gamalt fyrir svona nostalgia, nema það líka gott að alveg sjá eitthvað nýtt. Við ætlum að frumsýna framhald af Snæholti og svo verða Þorri og Þura líka. En við verðum líka með 8 dagatöl í spilarann, þannig að þetta verða samtals 10 jóladagatöl sem verða aðgengileg öll á íslensku. Þá að veðri gengur í allhvassa eða hvassa norðaustanátt í fyrramálið en 15 til 25 metrar á sekúndu suðaustanlands, hvassast í öræfum með hviðum og yfir 40 metrum á sekúndu. Snjókoma eða slitta með köflum einkum landið suðaustanvert en þurrt að kalla á Vesturlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Ísland mætti sterku liði Þýskalands í upphafsleik heimsmeistarmóts kvenna í handbolta nú síðdegis. Spilað var fyrir fullri höll í Stuttgart. Þá förum við bara í það að hefja þetta heimsmeistaramót kvenna í handbolta árið 2025. 7 marka tap reyndist niðurstaðan. Við heyrum í okkar fólki í Þýskalandi. Mér líður bara mjög vel. Ég er svo glaður að þessi leikur sé búinn. Við erum búin að bíða eftir henni lengi og ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Rifjum upp helstu atriði frétta. Foreldrar 10 ára drengs sem grunur er að hafi orðið fyrir kynferðisbroti þegar maður braust inn á heimili fjölskyldunnar í Hafnarfirði segja að áfallið hafi verið mikið. Hinn grunaði er fyrirverandi samstarfsmaður móðurinnar. Á 4. tug hafa farist í miklum eldsvoða í fjölbýlishúsum í Hong Kong og tæplega 300 er saknað. Margir eru fastir á efri hæðum húsanna. Læknar vilja fá svör hvort og hvar sjúkraþyrlur geti lent við nýjan Landspítala. Hátt í 40 mínútur getur liðið frá því að þyrla lendir þar til sjúklingur kemst undir læknishendur. Fjölmargir hafa óskað þess að gamalt sjónvarpsdagatal verði endursýnt fyrir jólin. Sálfræðingur segir algengt að fólk leiti í gamlar hefðir til að endurupplifa gleði bernskunnar á jólum. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og Ríkisútvarpið er með fréttaþjónustu allan sólarhringinn. Í spilaranum á rúv.is eða í appinu má horfa og hlusta á margs konar fréttatengt efni. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þetta er ekki smá þáttur? Nei, þetta er nefnilega dálítið heavy þáttur. Sem maður nota orðið heavy í sjónvarpi, í bókmenntaþætti, það er nú ekki